Þegar horft tilbaka í atvinnumálum á Suðurnesjum þá urðu áföll við brotthvarf varnarliðsins árið 2006 og síðan bankahrunið 2 árum síðar. Á annað 1000 manns misstu vinnuna og þegar mest var fór atvinnuleysi á Suðurnesjum yfir 15% og það nánast fáheyrð tala. Ferðaþjónustan hefur aldeilis komið sterk inn á svæðinu og flugstöð Leifs Eiríkssonar nú orðinn stærsti vinnustaður landsins. En ferðaþjónustan og nýsköpun sköpuðu líka mjög mörg störf í svokölluðum auðlindagarði á Reykjanesi sem varð til þegar fyrirtæki fóru að nýta sér affall frá orkuverum Hitaveitu Suðurnesja, síðar HS Orku og þar auðvitað þekktasta fyrirtækið Bláa lónið. Í auðlindagarðinum til að mynda 3 hótel með á annað 100 herbergi og hjá Bláa lóninu starfa 850 manns. Við höldum áfram að fjalla málefni sem tengjast HS Orku og spurðum Ásgeir Margeirsson forstjóra út í auðlindagarðinn. Þetta svolítið merkileg staðreynd. Þetta var nú ekki það sem menn höfðu í huga þegar hér var byrjað að rannsaka fyrir 40 árum síðan. Og hér stórir vinnustaðir, margir. Hjá HS Orku starfa liðlega 60 manns í dag, en í auðlindagarðinum starfa 1300 manns. Auðlindagarðurinn telur fyrirtækin sem hafa vaxið upp í nálægð við orkuverin og geta hvergi annar staði verið því þau þurfa að fá einhverja vökva og afurðir frá okkur í gegnum pípur og geta þess vegna ekki verið langt í burtu. Stærsta dæmið vissulega Bláa lónið sem náttúrulega orðið gríðarlega merkilegt fyrirbæri. En það líka Northern Light Inn, það líka Carbon Recycling sem framleiðir fljótandi eldsneyti, metanól, eingöngu úr hráefnum frá jarðhitavinnslunni í Svartsengi. Það önnur leið til að nota innlenda orku í samgöngum. Það fiskeldi, nýjasta viðbótin í auðlindagarðinum matorka sem með bleikjueldi og áformum laxeldi á landi í kerjum. Það Orf líftækni hérna í Grindavík með hátæknigróðurhúsi. Svo það fiskþurrkunarfyrirtækin á Reykjanesi, Laugafiskur og Haustak sem bæði mjög vaxandi. Og svo hið frábæra fiskeldi Stolt Seafarm á Reykjanesi sem nýtir sjóinn sem notaði til að kæla vélasamstæðurnar og hitnar þess vegna upp og þeir að rækta hlýsjávarfisk út á Reykjanesi með frábærum árangri. Það vert að horfa til þess líka að fiskþurrkunarfyrirtækin 2, Laugateigur og Haustak, þau nýta gufu til þurrkunar. Gufan verðmæt til raforkuvinnslu. Nú áformum við að breyta því og framleiða heitt vatn sem þeir geta notað til sinna þurrkunar til þess að hafa þá gufuna til raforkuvinnslu. Þannig að það verið að nýta, í rauninni, upphafið á svæðinu sem orkuvinnsla í svo gríðarlega margt annað. Já, eiginlega alveg ótrúlegt og það í raun og veru ekki allt búið enn, sko. Það eru tækifæri til sóknar og það hægt að nefna nokkur. Kísilþörungar eða þörungarækt áhugaverð atvinnugrein sem örlítið byrjuð. Það ræktaðir þörungar í Bláa lóninu í dag og þörungar þurfa til dæmis gufuna frá okkur til að lifa af og það þarf rafmagn og ljós og það þarf hitagjafa og þess háttar. Það til hugmyndir stórskala þörungarækt til fóðurframleiðslu, svo dæmi sé tekið. Auðlindagarðurinn hér kjörið tækifæri til staðsetningar og slíkri starfsemi. Við hérna í Svartsengi að vinna svona tilraunaverkefni við að hreinsa koltvísýring úr gösum frá gufunni til þess að geta tekið koltvísýringinn og tappað honum á kúta og selt hann, þannig að hann verði afurð. Markaðurinn notar koltvísýring og í dag það bil helmingur af þeim koltvísýring sem notaður á Íslandi fluttur inn. Hann framleiddur með skítugum hætti, ef svo má segja, erlendis og fluttur til landsins með skipum. Það væri miklu nær að vinna hann hér heima og nýta hann beint þannig. Og þá sparast mikil umhverfisáhrif af að framleiða hann erlendis og flytja hann til landsins. Enn eitt dæmið út á Reykjanesi í tengslu við stækkunina, 30 megawatt stækkunina, Reykjanes 4 sem við köllum, að hreinsa kísil úr jarðsjónum og nota hann til kísilvinnslu. Og það ekkert endilega bundið við Helguvík sem slíkt, heldur bara kísilvinnslu sem til staðar til dæmis norður í landi og í Hvalfirði í dag, á Grundartanga.
og með því móti að vinna kísilinn á Reykjanesi aftur hægt að spara innflutt hráefni til þeirra vinnslu sem þar fer fram. Þannig að umhverfisáhrif þessarar afleitu starfsemi geta verið alveg gríðarlega mikil. Það alveg magnað að horfa til þess að hvernig þetta vinnur saman í rauninni orkuvinnsla býr til gríðarleg tækifæri hér til dæmis eins og nefnir í ferðaþjónustunni. Já, og það má nefna mjög mörg önnur dæmi það. Það ekki bara hérna hjá okkur. Það hægt að sjá þetta upp á Hellisheiði, það hægt að sjá þetta upp á Nesjavöllum, það hægt að sjá þetta í fjölmörgum tilvikum hjá stöðvum Landsvirkjunar víða land, þar sem vel tekið á móti ferðafólki og þeim boðið að skoða mannvirkin og aðstaða ferðamanni til að fara svæðin stórlega bætt. Og það eru rannsóknir sem að sýna að ferðamenn dást að upplifun sinni á náttúrunni jafnvel þó þeir séu á virkjansvæðum inn á hálendinu. Þannig að það virðist ekki slá það út á laginu? Í einhvernum tilvikum gerir það eflaust, en mér minnist að skýrsla sem Landsvirkjun lét vinna og könnun sem Landsvirkjun lét vinna ferðamenn á Blöndursvæðinu sem upplifðu sig út í náttúrunni, jafnvel þó að vera að keyra eftir stíflum og horfa á mannvirki. Og mér finnst mikilvægt að stíga varlega til jarðar í öllum sem við gerum, að vanda til verka og það oft mikilvægt að taka ákvörðun að gera ekki eitthvað. En svona heilbrigð sjónarmið hvað raunverulega hangir á spýtunni eru mikilvæg að mínu mati og það þarf að hlusta, eiga samtalið og ég kann ekki sérstaklega vel við einstrengingslegar skoðanir í aðra hvora áttina. Við viljum ekkert virkja allt og við viljum gera allt sem við gerum vel. Allt sem við gerum hefur einhver áhrif á náttúruna. Það að byggja veg eða nýtt íbúðahverfi í sveitarfélagi hefur áhrif á náttúruna og við erum að vanda til verka í hvívetna. Fyrsta mál hjá okkur, annað og þriðja, alltaf vatnsverndin, að vernda vatnsbólin. Í því samhengi eru samgöngubætur mjög mikilvægar til að minnka líkur á til dæmis olíubíll velti út af Grindavíkurveginum. Nú að vinna endurbætur úr honum sem heitir góðs og vonandi verða það svo enn meira. Við höfum að passa vatnsból númer 1, 2 og 3. Síðan kemur að eiga alltaf nóg vatn til staðar fyrir íbúana bæði heitt og kalt og svo koma möguleika til raforkuvinnslu þar á eftir í forgangsröðinni. Þetta alveg skýrt í okkar huga. Leiðarljósið okkar logar skært, það Albert Albertsson. Nú hann nýorðinn 70 og á fullu með okkur. Hann maðurinn á bakvið þessa fjölnýtingu. Hann maðurinn á bakvið auðlindagarðinn og hann enn að leiðbeina okkur af fullum krafti og kenna okkur að vísa okkur veginn inn í framtíðina. Þetta hugsun fyrirtækisins, það hans hugsun sem hann kom með hingað inn fyrir 40 árum síðan. Það hugsun og stefna fyrirtækisins. Að nýta það sem okkur treyst fyrir með sem bestum hætti í víðu samhengi, þar að segja fyrir samfélagi. Umhverfi sinnar, ef við köllum það svo, hafa nú oft verið að láta í sér heyra og þið hefur oft fengið gagnrýni, þið sem að vinna orku úr landinu. Hvernig finnst þér hún ósanngjörn? Hvernig gengur að hver ykkar tilfinning fyrir því? Svariði því? Ég vil nú fyrst taka fram að við erum umhverfisinnar og vöndum til verka í öllu sem við gerum og öflum allar þeirra leyfa sem heimildar sem þarf fyrir hvaða verk sem Já, mér finnst umræðan oft á tíðum ósanngjörn og illa ígrunduð. Einstaklingsleg sjónarmið ráða oft för. Okkar tilgangur mjög skýr, hann að taka þátt í að sinna þörfum samfélagsins og útvega það sem þarf og jafnvel það sem okkur ber skylda til í mörgum tilvikum, eins og útvega vatn, kalt vatn og heitt vatn. Og við viljum gjarnan eiga samtal og við alla þá sem að málum koma og vilja tjá sig. Mér finnst oft vanta marga mikilvæga þætti inn í myndina eins og samfélagsþættina, það að segja hvað verið að gera fyrir fólk. Hugsum okkur bara Svartsengi eins og þetta í dag og eins og þetta var fyrir rúmi 40 árum þegar þetta var að byrja. Ég fullviss það að hefðu núgildandi kröfur verið í gildi þá hefði Bláa lónið aldrei orðið til og þá hefði ekki skapast þau sirka 700 störf sem í Bláa lóninu í dag
og það tekjur af ferðamönnum sem þangað koma. Og svona mætti í raun og veru lengi telja. Við höfum að horfa á heildarmyndina og hagsmuni samfélagsins, atvinnusköpun og þess háttar. Í þessum störfum í auðlindagarðinu sem hafa sprottið af þessu starfi hér eru fjölmörg störf sem ég sannfærður að væri ekki til í landinu fyrir hámenntað fólk. Til dæmis í þróunarsetri Bláalónsins og hjá Orð líftækni sem að fólki hefði einfaldlega ekki störfi hæfi hér á landi ef þessi fyrirtæki væri ekki hérna. Mér finnst afar mikilvægt að horfa til þessar heildarmyndar. Stóra myndin í mínum huga hún er mjög einföld. Við höfum að þróa íslenskt samfélag þannig að börnin okkar og barnabörnin okkar hafi tækifæri til að búa hérna og vilji gera það. Við erum í samkeppni við umheiminn. Ungt fólk í dag hefur tækifæri til að búa nánast hvar sem er. Og við viljum að þau komi aftur til Íslands og ég segi aftur því mörg fara þau utan í nám. Við viljum að þau komi aftur heim og geri sitt samfélagslega gagn á Íslandi. Til þess þarf samfélagið að vera tilbúið til að taka við þeim. Þess vegna þurfum við að ástunda nýsköpun og þróun á öllum sviðum. Það gríðarlega mikil nýsköpun í orkuvinnslu og í auðlindagarðinum öllum og þetta mun halda áfram að hjálpa okkur að byggja upp samfélagið. Það er líka áhættuþáttur. Allar spár benda til þess að í framtíðinni þá fækki vinnandi mönnum í hlutfalli við þá sem eldri eru og konur á eftirlaun. Það mun skekkja stöður samfélagsins og auka á erfiðleika með að viðhalda heilbrigðisþjónustu, þjónustu við aldraða og lífeyrissjóðum og öðru slíku. Við þurfum að sjá til þess að fólkið, okkar unga fólkið, vilji vera hér og hafi góð tækifæri til góðs lífs á Íslandi, þar sem eru góð laun greidd og áhugaverð störf. Það gerum við með svona framþróun og fjölbreyttu atvinnulífi. Við erum bara einn liðurinn í því, þar sé að háa orkuiðnaðurinn, auðlindagarðurinn. Þetta er algjörlega nauðsynlegt í mínum huga. Við verðum að horfa til þess og það eru svo mörg dæmi það að þetta getur lifað í svo góðri sátt við náttúrumenn og ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan er mest vaxandi atvinnugrein á Íslandi. Hún er í rauninni mjög háð orkuvinnslu. Já, mjög víða, ekki alls staðar, mjög víða og það er mjög athyglisvert að horfa til þess að á sveitarfélögum landsins er Grindavík stærst í ferðaþjónustu og snyrtivöruframleiðslu. Gegnum Orð líftækni og Bláalóni. Þetta er alveg stórkostlegt að átta sig á þessu að í sjávarútvegsbænum Grindavík þá spilar hann mjög stóra rullu í ferðaþjónustu, snyrtivöruframleiðslu og orkuvinnslu.